Komið sæl og velkomin í þáttinn Nágrannar á norðurslóðum sem við gerum saman KNR, grænlenska sjónvarpið og við hér á N4. Þættirnir eru sýndir samtímis í báðum löndunum og tilgangur þeirra ekki hvað minnst að við kynnumst menningu og mannlífi hvors lands sig. Við kynnumst Nönnu Sandren sem hefur fengið heilt samfélag í Asiat til að hugsa sérstaklega vel eldra fólki í bænum. En fyrir 5 árum datt henni í hug að baka smákökur handa þeim fyrir jólin og nú þetta orðið að fallegri hefð. Þá kynnumst við ferðaþjónustu í Kristjánshóp á Vestur-Grænlandi við suðvesturströnd Diskóflóa en þar meðal annars boðið upp á hundasleðaferðir og mosk-uxa veiðiferðir. Frá Íslandi kynnumst við töfrum þörungana og glænýrri íslenskri uppfinningu á því að brjóta niður þaravegginn með vélum en ekki kemískum efnum eins og hingað til hefur verið gert. Þá förum við í Árteig í Þingeyjarsýslu þar sem búnar eru til túrbínur í smávirkjanir sem meðal annars eru seldar og fluttar til Grænlands. Það hefur lengi verið þekkt að þari stútfullur af næringarefnum, vítamínum og lífvirkum efnum sem eru ákaflega holl fyrir líkamann og sérstaklega húðina. Efni úr þörungum geta dregið úr öldrun hennar. Þetta hafa snyrtivöru framleiðendur vita lengi en hingað til hefur ekki verið til aðferð til þess að sprengja frumuvegginn nema með kemískum efnum. En Steindór Runeberg Haraldsson frumkvöðull á Skagaströnd hefur síðustu 15 árin í hjáverkum verið að þróa tækni sem gerir þetta án nokkura efna. Ég þróaði vélbúnað sem að getur brotið niður frumu þangsins, frumuvegginn sem mjög erfitt og náði þar af leiðandi öllum þeim góðu efnum sem í þanginu eru lausum og gat svo einangra það sem ég vil nota án þess að skemma nokkuð skapaðan hlut. En hvað svona eftirsóknarvert í þanginu? Það eru gríðarlega mörg efni í þanginu. Þangið vex við mjög erfiðar aðstæður og þetta mjög harðger og jurt og það eru mikið af steinefnum, náttúrulegum vítamínum, amínósýrum og öðru í þanginu sem eru mjög holl fyrir líkamann. Og við erum núna með rannsóknir í gangi til þess að rannsaka áhrif þessa þangvökva á frumur líkamans. Og það eru komnar niðurstöður úr 2 og þetta er mjög bólgueyðandi og þetta líka eykur endurnýjun á húðfrumunum mjög hratt. Þetta höfum við núna alveg vísindalega niður njörvað og þannig er það. Þegar ég var að vinna með þörungavinnslunni á Reykhólum fyrir margt lengur síðan, þá hafði fyrirtæki eins og L'Oréal hafði það mikinn áhuga á þessu þangi, en það var bara þannig að það var svo erfitt að vinna með það. Það er mjög erfitt efni, að því alginatið í þanginu er svo ofboðslega öflugt og þetta er bara sterkara en stál. Þetta hjálpar, flýtir bata í bólgu, ákveðnum húðbólgum, 60%. Endurnýjun á húðvörum er 12-föld. Þetta vitum við. Þannig þið erum með undraefni í höndunum? Við erum með gott efni í höndunum, við vitum það. Og við erum með efni í höndunum sem er miklu öflugra heldur en aðrir hafa verið með. Steindór stofnaði fyrirtækið Setó í fyrra ásamt systur sinni Fjólu Sigurðardóttur og systurdóttur Eydísi Marí Jónsdóttur og var fyrirtæki valið í hóp 500 mest spennandi hátæknifyrirtækja í heiminum til að kynna fyrirtæki fyrir fjárfestum í París nýverið. Það tekur þátt í alþjóðlegri frumkvöðlakeppni til þess að koma sér á framfæri, til þess að kynnast öðrum og til þess að komast inn í þetta umhverfi. Við sáum þetta bara auglýst, tókum þátt. Það voru fleiri þúsund fyrirtæki sem byrjuðu og svo skorinn í 3000 og svo skorinn í 500 og við vorum inni. Og svo náðum við ágætis árangri þarna út í Frakklandi á lokakeppni og fengum aðstöðu til þess að sýna vörun okkar, til þess að tala við fjárfesta, til að tala við stórfyrirtæki í bransanum og svo framvegis. Því eitt að hafa þessa frábæru vöru í höndunum ekki bara stór hluti af þessu öllu að koma þessu svo framfæri? Það er alltaf bara það þýðir ekkert að búa eitthvað til ef ekki hægt að koma því frá sér.
En við komum því ekkert frá okkur nema í samvinnu við þá sem að raunverulega eiga þennan markað. Sem eru hverjir? Já, við skulum bara taka fyrirtæki eins og L'Oreal, fyrirtæki eins og Johnson & Johnsons og að því kaliberi. Það ekki manna að ræða heldur en að við eigum enga milljarða til þess að koma þessu, til þess að valta yfir þetta. Við verðum að vinna með þeim. Virkni þaraþyknisins hefur verið rannsökuð af Platóm líftækni EHF sem sérhæfir sig í rannsóknum sem meta lífvirkni mismunandi efna í samspili við frumur úr mannslíkamanum og lofa fyrstu niðurstöður afar góðu. Að bæði þessi fyrirtæki sem ég nefndi hafa sýnt þessu áhuga. Ekki kannski vörunum eins og þær eru, vegna þess að þær eru kannski bara pródukttýpur, heldur aðferðinni við að búa til þetta efni. Og þetta ný aðferð sem enginn að nota og það það sem vekur áhuga þeirra. Og það gríðarlega flókið mál að búa til svona húðvörur. Það eru mjög strangar reglur og þú mátt ekki segja nokkuð skapaðan hlut sem ekki rétt. Þannig að þetta þarf að vera vísindalega rannsakað allt saman og það þarf að uppfylla mörg skilyrði til þess að geta verið með vöru á alþjóðlegu markaði. Steindór segir að nú fari áherslan á að klára vísindalegu rannsóknirnar áður en fleiri skref verða tekin. Það ekkert annað sem að tefur okkur í raun að við höfum ekki mikla peninga og við erum þrjú, ég og systir mín og systurdóttir sem að eiginlega eigum þetta fyrirtæki, litla fyrirtæki og við erum öll að gera þetta bara í okkar frítíma. Þess vegna fer þetta á þeim hraða. Það bara þannig. Oktoberjunga 2013 unnukkut silasiorfum suliartorlunga аққутаани имма qulleqanginnersamu periarama имма уллориарпарой исигисиннаалеқакки тассани имма юуллимо қиланаарнеқ юуллериарторнерану қиланаарн тассани нуаннерсориумми мисингивараймал қиланааюммерлунга таэққарсалерпунга юуллериарторнерат ниторуна суусса арлаани иммертариақартуту мисингиуммерлун таан қиланааюммернера писсутаангунарлуни таэққарсалерпунга аюнгила имма меэқартангуллу каангиаралиорсиннаавугут таавалу таак утоққарнуппаюнгутсингалунги Facebook киккут саққуммиунникууара таами исумақарнера илассар сиорлунга уатсиннут маанга атаатсимингиаққуникууакка эққааманерлунгаккуим арфини пингасуунерпун қулаалуанерпунгуллуунни атаатсимииннитсинни коммунимисулисумик пеқатаасоқариарами утоққарну аллатторсимаффимми аниситсиникуува сумииффи атрааси илангуллуги таалу сапингисангуатсинни таакку тамааса агуниарсараникууангут тассаннаммини анингаасартуутсигивангут сиуллерпаарпаами паютторатта паасериасаарпарпут укиутуллиани аюнгиттулиорнэрму тунгатиллугу анингаасали соқартартоқ илангиинно қиннутеқарниккут таава илангисиннисааннут қиннутеқарникуувгут акуссарсиутиссатсинни каангиаққа акуссаанут қиннутеқаатерпут акуеринеқарникууву таамаалиллу такаангиаққа акуссаат писиараникууллутсиги Masasaqumennati Masasaqumennati Neqqakkaangivallаангилла унамиммаqa пингасуиннарни укиоқарпу тааманиккут ернера аама ангингила уума тасса qaattuuppaa таамаалиартарлута Ama utaqarnerpa payokkaangama uanga mamakayonnittani hiittaqpunga аама мамакуйуннитуни ситтарпи qanooqartarpa taa utoqqaan Qoyan attornara oqirit imari qanoridiorluma naqittarlugu
أقدم Idai kaangeeraliuinnartarpu taava idai poorrueqataanginnarlutik. Taa idai kaangeeraliorlutik agguaqataallutik. Assinginnayorpu apequtaasarpu inu qanu tuniussoqusutsinginas. Kiseqattaalaarpangut hunnerifammitraayuat kisippakka. Ukiukingullerli ааллартимматалу усоруттарама икиуккусуллунга таакисами икиуллуни нуаннерторюу ама пеққиссиминангила аапаангума қиланаалерерпу юуллисиутит қупперсага наннерутимарлу каангиаққат мамакуиттақалаа нунақарфит миортангут утоққаат массаккут укиорманнаамма укиорлукингуллеқ ангунеқарпут такусутиссартариваа таассумап икиоқатингииллаққиннит нерпут сули аннертусиартортоқ qannutiнгусарпаа утоққа туппаллиутингисарторюаат нуаннаарутингисарторюаамме қаниисернеқарнерти qoyamasullutик таана мисигисассаава таамату мисигисартуут малуннартарпо илиннеқалусуллиатеқарта оннутунissutisiavu аннертаорою мимисигисарпара qammuuna Pilluakuttooreen anguinuku. Tunissu angingaarami oqaasertaleruminaat. Asianingaani liullisiorluarisi. Þetta bærin Árteigur sem út með Kinnarfjöllum í Suður Þingeyjarsýslu. Saga túrbínusmíði í Árteigi nær aftur næri 70 ár þegar Jón Sigurðsson hóf að virkja bæjarlæki með því að smíða litlar rafstöðvar. Synir Jóns þeir Eiður og Arngrímur tóku við keflinu og framleiða nokkrar túrbínur árlega, ekki bara fyrir markaðinn á Íslandi. Þeir bræður hafa smíðað túrbínur sem snúast á Grænlandi, í Færeyjum, Rússlandi og víðar. Eiður segir að rúmlega 100 túrbínur hafi verið smíðaðar í Árteigi. Mest þetta bændur í sveitum landsins í gegnum árin og síðan það sumarbústaðareigendur og svo það svona aðilar sem hafa látið framleiða túrbínu til að selja inn á netið. Þetta svona það helsta. Það semst þá í landsnetið þá? Já, dreifikerfi Rarex yfirleitt. Sem að þessi minni virkjanir fara inn á sem keyra inn á netið. Hvað þarf að vera til staðar til þess að það sé hægt þá að virkja bæjarlækin? Ef þú virkjar fyrir sjálfan þá er það fallhæðin og vatnsmagnið sem að ræður orkunni sem fæst út úr virkjunni. Oft miðað við lágrensli lækjarins og gott að mæla hann í einhverju 3-4 ár og síðan bara sest niður og reiknað út hvað þarftu sver rör og hvað hefur mikla fallhæð og vatnsmagn og þá kemur sú tala sem að orkutalan út úr því dæmi. Eru þá ekki í raun og veru möguleikar út allt land til þess að láta framleiða fyrir sig rafmagn? Jú, það mjög víða og margir staðir sem hægt að virkja. Svona misjafnar stærðir reyndar en það alveg möguleikur á því. Eiður segir að sérsmíða þurfi hverja túrbínu þannig að þær hendi algjörlega aðstæðum. En áður en bæjarlækurinn virkjaður þarf að huga vel að öllum undirbúningi. Það bara mjög skynsamlegt að mæla vatnið eins og segja einhver 3-4 ár og þá hægt að fara að hefja undirbúning og sækja leyfi og það sem þarf. Og eins það sem á að keyra inn á dreifikerfi þá þarf náttúrulega að vera 3 fasa lína til staðar svo að þessi mögulegt að keyra inn á. Það eiginlega forsenda fyrir að menn geti selt rafmagn. En þið hafið selt túrbínur til annarra landa en Ísland? Já, við höfum
mest verið í Grænlandi, þangar eru komnar 8 vélar frá 1986, ein fór til Færeyja, ein fór til Rússlands og ein til Ameríku núna á síðasta ári. Hvernig eru aðstæður á Grænlandi til þess að framleiða rafmagn og setja upp túrbínur? Það bara mjög víða ágætis aðstæður. Þetta svolítið breytilegt en þetta svolítið erfitt landslag en þarna eru vatnsföll og stöðuvötn og það sem hægt að stípla upp og ná reynsli svona yfirleitt allt árið en ekki allstaðar kannski en það bara álitlega aðstæður mjög víða. Eru grænlendingar áhuga samir að nýta sér þessa tækni? Já, ég held það. Það fólk sem ég hef haft samskiptið er mjög áhuga samt þetta og því það fagnar mjög þegar drepur á dísilvélinni og spara olíu þannig að þetta alveg einboðið fyrir þá sem að mögulega geta gert þetta, að gera það. Þannig að þú hefur sett upp þessar túrbínur sem að þið hafið framleitt á Grænlandi? Já, alla nema eina held ég, eða 2 sem ég hef alltaf farið og fylgt eftir svona og komið þessu í gang og þannig að já, það bara verið skemmtilegasta mál. Eiður segir margt þægilegt að starfa með grænlendingum enda vinskapur á milli þjóðanna. Verkefnastaðan hjá þeim Árteigsbræðurum er góð, en hvað með viðhald vélanna? Í mörgum tilfellum gengur það mjög vel. Ef það er óhreind í vatninu, sandur eða möl, þá slitna hjólið en flestum tilfellum gengur það mjög vel og það er náttúrulega skipt legur og halda þessu svona smyrja og passa upp á allt en rafalarnir eru orðin mjög góðir í dag og það er ekki kol lengur eins og voru í gamla daga. Þannig að þeir eru alveg eilíða vélar í raun og veru. Er mikil framþróun í þessu? Já, það er náttúrulega aðallega í stýringatækni. Það er náttúrulega komnar tölvustýringar og aflstýringar og álagsstýringar og spennustýringar. Þannig að þetta er miklu viðráðanlega heldur en var áður fyrr. Þannig að það er bara mjög góð búnaður til í dag til að stýra þessu. Hvað með ykkur sjálfa hérna? Eru þið stórir raforkuframleiðendur? Já, við erum hérna með 2 virkjanir sem keyra inn á netið, dreifikerfi Rarex. Við erum að selja með 1,2 megawatt inn á netið og síðan erum við sjálfur með okkar eigin stöð bara, sem er 150 kilowatt. Þannig að þetta er bara ágætis búbót fyrir okkur hérna og nágrennið. Ykkar framleiðsla er þá töluverð og getur séð meðal þorpi fyrir rafmagni? Já, ég veit ekki alveg hvað stórt byggðarlag þetta myndi duga fyrir en ég hugsa að við séum að framleiða fyrir alla Suður-Þingeyjarsýslu hérna fyrir utan Húsavík oft á tíðum. Þetta er svolítið misjafnt sko. Er þetta spennandi heimur? Já, þetta er bara gaman að standa í þessu. Já. Qasigianguani tammayuutsussarsiaratugu umimmannik ukiukkut piniarsinnaafutit taamatullu takornariarsinnaallutit qimusserlutit umiatsiarlutit pisuttuarlutit aatisarlutilluunniit qasigiarmiut niisinguaq elkaisla Frank Larsennitu qasigianguani takornariatarisuupput marlunnillu misiisassanik ingerlataqarlutik 2014 nimi North Greenland Hunting аллартиссимафаат тассаат таммуитсуссарсиаралугу умимманник пиниартитсинеq таманналу писарпоq укиуккут фебруарип qeqqaniik ааприлип qeqqanут ингерланнеqartartoq аасаккуллу иулип ааллаққаатааниик октообарип qiteqqunnerata tungaanut таммаюитсуссарсиассаник умимманник пиниартитсисарлутик таммуйуутсуссарсиниарнарми пиниартитсисартут иммиккут аллаартақарпут пиниартитсиниссаминнут такорнериалерисуллу сулеқатигисарпаат нунақависсут қимуссиусинериннаайммингерлаттарпугут укуа моторимингерлассутил тамаккуа аторнагин таанна пингаартиссимаорпут қимуссииннаайммингерлиннисса таммаюутсуссарсиаралугу умимманниарлуни писақаяарсимагаанни алланик пиниарниссақ аама мисигисассаафоқ писақаяарсимагаангата такорнериссат ималун пиниартут таава
уутторниартиссиннаасарпугун ималун ақиссеэ укаллиллуунни писақартуллу писамик амиа ниақуату ангерлаассиннаафаат апеқутао канорпиниарнераат умимма тамаат кивертинниарнераат ималуннит ниақуиннаа иккумут нивингарниарнераат таакку пиниарту пиумасаапеқутао таа амиа ааттортариаситсинни аллаанерми пертарпарпу имассаккумут иканнаанаммина атсит нассартарпаат кисан периарфиссисарпугун пуисаамииник аттарторсиннаанер таалукамиппассуи упписитсеққаарераагамик ассорсуа кинаамалуннартарпу туллуисимаарту нуаннаарту таналуангуллуниармассу нуаннерториу такуллуга исмигуун пиориарторнитсинни налунгиларпут аавариарлута писақараагатта тасн нерисассақалерпугун тааннугут қиссиаллаасситигисарпарпут таукуа иккаминни нивингасуссат ималун тааккуа катерсуунгаат таамааттун писақараагамик туллуусимаартарториус малуннартарпу писақартуллу умиммаат аама уссертарпаат нерисиортартарпарпу хутигиними ингасо писаанни таанеэқатингалутиги таа илааннассалаартарпут неқаанник такпиниарт таасиннера уангу писарпарпут аггуартарпарпут qimmiussiusseqatigullualla аллуарфимиунгааннерс упернаарлу 2017 дискупайтсуарс qasigianguit петерсиппаат тассани такорнариартитсинеқ ингерланнеқарлүни таа аасаккут писуттуартиттарпагун маани иллоқарфи такутиллугиллуарфи оқаллуассартаа таавалу қаққарсуармугартитсиарпагун аам қаққарсуоқаваникками қингуссуа таппигангаанниаам таппуун қақереран таан қингуссуа илулисса такунаарсиннаару аасиаат наппаруссуа таанна ерситтарпу икамиуерсиллуни илимаана таппигангаанни такусарпагун таалаам таппикуннанкалуорта манна писуттуарфиссаққитториориунгами qasigingueqqaan таатассани апеққутааллунеқано пигиннаасақартигинерлүни таанаалиангиннерлугу писуттуартитсиннаагатта пигиннаасакиппата таа аернангиннерусум писуттуартиссиннаагун фиаатими илуани таа аасаккут уани алисартитсиннаасарпугун эқалуит уани майортут куумми ассамтигусиннаасарпу аама канерсунерми аама кооқарпо уани фискистангерсиннааллути таа асингуанингаанни умиатсиассигаангатта куйаммут акуллиит тунеққуллугу қеққасуссуммут қеққасуссу уки 4500 матумасиарнинеқартфиуникуусимас тассунга туммартиттарпун таа тассуннариарт акуллиоқалуттуааралугу таавалу тассани каангисорлути каффисорлути упернаарлу такорнариат ангаллассааса калааллит нунаата нипааннера мисигисимафаат нипааннер таалу силааннаап мигуиссусаа аама таанна мининнаajorpaat oqaraangami oqaluttuaraangami аатсааллу пингортитами нипааттуми иттут аттаинулиллаармали таамни паатсигисумииллутик таанна тупингиваа таамааттоқарсиннаас дэсэниамма оқарпут пингитторсиннаангилаатигуун қимуссиуссисугун аама таккуиллаарфитсинни ниитту атор таккумаам таккуа пингитторсиннаангилаангоо уманиассагуник таама иноқангитсигисумииллутик қано қимуссиуссису тоққиссисиматигисут наёрлугит сутаам соқангитто тоққиссисимуммата тоққиссисимассутигалу Þá
lýkur þættinum okkar að þessu sinni og ef þið hafi verið að velta fyrir ykkur hvað í ósköpunum þetta hérna svarta við hliðina á mér þá þetta jólakötturinn hér á torginu á Akureyri. En þetta síðasti þáttur fyrir jól og við þökkum ykkur kærlega gott áhorf og góðar viðtökur og óskum ykkur gleðilegra jóla.